Jón Daði komur heim á Selfoss, hvernig líður með þetta? Bara virkilega vel, bara situr mjög vel í mér og bara mjög spenntur fyrir komandi tímum og líka bara að fá framtíð sína skýra og hann bara spenntur. Hvernig bara þessi dagur? Bara spennu fall sko, ekki bara fyrir mig, eðlilega náttúrulega bara fyrir alla og búinn að hlakka til þessa dags og bara virkilega skemmtilegt. Var þetta flókin ákvörðun? Nei, í raun og veru ekki, ég myndi ekki segja það. Ég meina, ég ólst upp með Selfossi og var hérna frá 7 ára aldri til 20, spilaði ekki fyrir neitt annað félag á Íslandi og þeir gáðu klúbburinn bara og samfélagið gaf mér svo mikið sem einstakling í minni æsku og þannig að það var alltaf einhvern veginn bak við eyrað á mér ef ég væri að fara að spila á Íslandi á einhverjum tímapunkti þá yrði það í raun og veru bara fyrir Selfoss tilhugsunin við að spila fyrir annað félag á Íslandi með fullri virðingu fyrir öllum hinnum sem ég átti viðræðum við bara satt ekki alveg nægilega vel í mér og þannig að ég fór bara smá eftir göttinu og hvað mér leið best með og ég bara gífurlega ánægður að vera komin í það. Þú veist, þegar þú ert að ræða við félög í bestu deildinni, ertu þá að hugsa langar að vinna titil eða eitthvað svoleiðis, kemur það upp? Já, eðlilega, þú veist, það hefur verið skrítið og ert ekki í þessu til að vinna titla og en fyrir mér kannski, þetta snýst líka bara perspektíf fyrir hvern og einn einstakling fyrir mér finnst það mjög spennandi að koma hingað heim á Selfoss og þrátt fyrir þessi ekki eftir til að geta kannski miðla minni reynslu aðeins meira og þetta ungt lið og kannski tekið þátt aðeins meira í því að reyna að vera kannski smá leiðtogi og bara spennandi verkefni, þú veist, ég tel að Selfoss sem klúbbur og bara samfélag, þú veist, ætti að vera á hærra plani. Það gerist ekki á einum degi og en ég tel að það sé alveg séns á því að geta gerst næsta árin ef markmiðin að há. Svo er það gaman að ná að hjálpa Selfossi upp á næsta plan? Já, að sjálfsögðu, ég meina það náttúrulega gífurlega rómantískt og allt það sko, en ég stjórna því ekki, maður bara reynir að spila eins vel maður getur og það 11 menn á vellinum og ef ég get hjálpað að koma okkur hærra hvort sem það þú veist, ofar í töflunni eða á hærra plan þá það bara jákvætt hvort sem að ég verð áfram eða ekki á endanum þá vil ég líka bara halda áfram að hjálpa félaginu hvort sem ég á vellinum eða ekki. Liðir auðvitað í fallbaráttu í lengjudeildinni, hvernig líst þér svona það verkefni að koma liðinu úr þeirri stöðu? Þetta bara krefjandi eins og alltaf, maður hefur verið í svona fallbaráttum, ég veit ekki hversu oft á sínum ferli og það aldrei gaman en það mikilvægast í því bara að halda í jákvæðinina og þetta náttúrulega ungt lið og þeir náttúrulega eftir gífurlega gott tímabil í fyrra þá náttúrulega að fara upp hærra level hvort sem lengjudeildin eða bestu deildin alltaf erfitt og mikið heimamönnum og þannig að það bara, þú veist, markmiðið náttúrulega að halda sér í deildinni og bara eins og maður segir á góðri ensku slettu bara stick to it. Skrifar undir nokkur ára samning, eitthvað svona í samningnum ef að Selfoss er í aðra deild, það hægt að skoða stöðuna? Nei, það ekki svo ég viti. Það ekkert svoleiðis, ég meina þetta bara eins og segja, þetta meira bara að auðvitað reyna að hjálpa klúbbnum að koma á hærra plan eðlilega en fyrst og fremst bara eins og segja að kannski koma vonandi með okkur presence og smá reynslu og segja mér finnst það líka spennandi að vera, þú veist, þetta ekki bara, snýst ekki bara, jú auðvitað snýst að fara að spila og reyna að spila sem best en líka bara hvað næstu skref þegar þessu öllu líkur, þú veist, stuttur ferill og mér finnst það spennandi verkefni líka. Langar það að koma inn í starfi hérna á Selfossi, koma inn í unglingastarfi og hjálpa til bara með að miðla þinni reynslu? Kannski svona, ég veit ekki alveg hvernig, en það að góða við hérna að maður fær tíma til að finna sína fjöl aðeins og ég hef áhuga á því að einhvern veginn, hvort sem að hjálpa ungum leikmenni að vera betri eða vera með séræfingar eða hvað það ég veit ekki alveg hvað akkurat, en eitthvað í þessa áttina eitthvað sem ég hef áhuga á og það það sem Selfoss gefur mér líka plattform til að gera að taka sig aðeins tíma að finna sig. Ég er búinn að spyrja út í bestu en þú varst hjá Burton, það gekk vel, var möguleiki að vera þar áfram? Já, það var það sko, ég fékk nýjan samning en ég var búinn að segja sjálfum mig og ákveða fyrir það tímabil að þetta í svona með síðustu dans úti aðalega bara líka vegna þess að ég vil reyna að framlengja ferlinum aðeins og að spila á Englandi 33 ára ekkert auðvelt, það laugardagur, þriðjudagur stanslaust og þannig að maður var líka hugsa um líkamlegu sem og andlega heilsu og
Þannig að jú, það var auðvitað freistandi að halda áfram úti, ég lík því ekki, en mér fannst tíminn réttur persónulega og bara spenntur. Hugsaðu mögulega að taka bara ekkert skref, hætta þessu bara? Nei, það hefði ekki sittið rétt í mér. Jú, það kemur upp í hausinn á manni eðlilega, en ég held að ég er fullur eftirsjá svo lengi sem að með eitthvað aðeins eftir á tanknum að hætta strax. En það kom eiginlega ekki til greina, sko. Ég ræddi við í vetur atvinnumanna umhverfi, bara hvernig þú hafðir upplifað það. Eftir síðasta halva ár núna með Burton, breytir það einhvern veginn sýnin á þetta? Já, það gerir það. Þetta kom gífurlega skemmtilega óvart. Ég var hann í Wrexham, ég endaði í stúku síðast tímabilið í Bolton af sem ég var meiddur. Ég var búinn að díla við leiðinda meiðst endalaust þar, kem heim og er 4 af næstu 5 mánuði samningslaus og ekkert að frétta einhvern veginn og síðan kemur þetta óvænta símtal frá Wrexham og ég stekk á það, þetta var stuttur samningur, engu að tapa. Ég fekk voða litla móða þar, það er náttúrulega bara mennskan, eðlilegt, engin biturð, en ég var svona þá viðurkennið alveg, þetta er ekki komið gott sko, og var að hugsa að koma heim. Ákom Burton og þeir voru gífurlega mikið ít á mann sko, og ég tók ákvað að taka slaginn og ég leit á töfluna og mér líst ekkert blikuna, það var 12 stig frá öruggu sæti og bara 2 sigurleikir í 20 eitthvað leikjum. Síðan bara, þetta er það magnaði við fótboltann, þú veist aldrei hvað gerist og síðan bara fór maður á flug einhvern veginn og liðið á flug og við náðum að redda okkur, þjálfarinn frábær, hann gaf mér smá vona á enska kúltúr úti, hann er svona, hvað segir maður, ekki þetta klassíska bollocking endalaust, meira svona gentle side en með standard samt sem áður og þannig að þetta var mjög svona jákvæður endir finnst mér og mér fannst það sitja mjög vel í mér að enda þetta svona mennskuna. Bara Burton, þetta ævintýri þar, Íslendingur í eigendateyminu einhvern veginn, þú að hjálpa liðinu að halda sér uppi, hvernig líður með það? Það var bara æði sko, þetta var bara eins og ég, maður var bara smá meir í lokinn á tímabilinu af því að það var svo, við vorum svo langt frá öruggu sæti þegar ég kem hana og síðan bara einhvern veginn að hafa haft, ekki bara ég, aðri leikmenn líka, bara svona jákvæð áhrif og ná að rífa þessu einhvern veginn í gegn í lokinn, bara virkilega góð tilfinning og jú, Óli Páll er hann náttúrulega og Íslendingarnir sem eiga félagið og það er gífurlega gott fólk og það náttúrulega var ekstra sætt að geta hjálpað þeim. Áður en símtalið kom frá Wrexham, varstu þá að fara í Selfoss? Nei, en það var samt alveg á hausnum á mér en það var líka þegar ég var frjáls allra mála hana, eins og ég sagði þér í nokkra mánuði og hugsaði maður þannig að þetta var alltaf hausnum á manni en þeim tímapunkti fannst mér það ekki rétti tími. Bara loka spurningi, þú fórst frá Selfossi sem kannski leikinn teknísku leikmaður, þetta er mikið breyttur? Ég er ekki lengur á vængnum og einhver bóler sko, ég er öðruvísi leikmaður en já, eðlilega en 2012 þegar árið fór út, þá var maður örugglega 4 kílóum léttari og aðeins meira léttleikandi kantspilari en maður er svona orðinn öðruvísi leikmaður núna. Ég er náttúrulega bara target center og ekki eins mikið á channel hlaupum og eins og í den en enga síður er bara, já, öðruvísi leikmaður en hef fullt fram á að bjóða vonandi ennþá. Hélstu þegar þú fórst og myndir eiga þennan atvinnumannaferil? Nei, alls ekki sko. Ég kom bara virkilega sjálfum á óvart og bara gífurlega ánægður með ferilinn sem ég átti og jú, maður gefur sér ekki nægilega oft klapp á baki fyrir það af því maður er ekki aldrei nógu sáttur en maður þarf að gera það og sérstaklega bara hvað maður kemur og svona að hafa náð þessum ferli bara, maður er svo þakkláttur og maður þarf að muna það. Takk fyrir þetta Jón Daði og velkomin heim. Takk fyrir það.